Gott fundarfólk, ég segi annan fund hreppsnefndar Rangárþings ytra, kjörtímabilinu 2014 til 18/17 og við göngum til fyrirliggjandi dagskrár. En fyrst tillaga breytingu á dagskrá að í lið 17 bætist við liður fundaplan sveitarstjórnar og sumarleyfi sveitarstjórnar. Einhver taka til máls þetta? Svo ekki, þá bið ég þá sem eru samþykkir þessu að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá fyrsti liður, fyrir fyrsta lið að sveitarstjóri og oddviti gera stutta yfirlit yfir verkefni frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Og hjá mér nú lítið annað að segja en að hefðbundinn undirbúningur oddvita að kjörtímabili að starf að fara í gang. Við Ágúst höfum farið á fund og á héraðsnefnd og við fórum 4 á 2 efstu menn á hvorum lista á fund SAS, aukaðarfund. Svo hefur kannski mest borið á í sveitarfélaginu okkar nýafstaðið landsmót hestamanna sem tókst einstaklega vel. Þrátt fyrir að það væri kannski svona misjöfnu veðrin en aldrei þessu vant að þrátt fyrir að hestamót væri á Hellu og þá var nú besta veðrið á Hellu á öllu landinu og framkvæmd mótsins tókst vel í alla staði. Og það ekki nema bara allt í góðum málum og virkilega góðum gír hjá okkur og við förum bara vel af stað. Drífa. Já, oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég ætla bara að byrja á því að segja að ég held fundi með forstöðumönnum alla mánudagsmorgna og það nokkrir í sumarleyfi núna þannig að við höldum okkar plani samt og fundum alltaf til að fara yfir verkefni framundan og verkefni síðustu viku. Nú, sumarverkefni í sveitarfélaginu eru bara í fullum gangi og landsmót hestamanna hefur náttúrulega hvílt töluvert á starfsmönnum sveitarfélagsins og allt gekk þetta mjög vel fyrir sig og í óveðrinu þá opnuðum við selið fyrir rækta á mótinu og eins fengu þeir inn í safnaðarheimilinu þannig að það var reynt að gera eins vel og hægt var til þess að koma til móts við þarfir þeirra. Og það var 10.000 manns á mótinu þegar mest var og gríðarlega skemmtilegur andi í sveitarfélaginu á meðan og gaman að sjá allt þetta fólk og hér var mikið að gera í öllum verslunum og þjónustustöðum þannig að seldist upp held ég hjá sumum verslunum algjörlega allir lopafatnaður og þannig að það alltaf eitthvað gott í þessu. Og ég vil bara þakka forstöðumönnum og starfsmönnum sveitarfélagsins sem að koma landsmótinu með einum með öðrum hætti fyrir hve vel og lífurlega þeir listu úr öllum vandamálum sem uppkomu og stóðu vel að þeim verkefnum sem þeim var falið. Nú starfsfólk á skrifstofu nú svona í sumarleyfum til skiptis og núna eru 2 í sumarleyfi og svo 1 starfsmaður í fæðingarorlofi. Nú ég mætti með sveitarstjórnarfulltrúum aukaaðalfund SAS og síðan hef ég fundað með fulltrúa Landsvirkjunar út á vindmyllusvæðinu og það vindlundinum og það ætlunin að bjóða sveitarstjórnarmönnum í ferð í ágúst til að fara upp á Búrfelli og skoða þetta svæði og Sigdís fór nú daginn og hún var nú eina sem gat farið þá en það verður efnt til annarar ferðar og ég held að það ættu endilega að reyna að mæta í þá ferð eða mögulega getið. Nú svo fékk ég skemmtilega heimsókn í gær, það var 3 ungi menn, menntaskólaaldri sem komu að máli við mig og hafa mikinn áhuga því að nýta félagsmiðstöðina fyrir sig eða fyrir þessi eldri hópa því að það þarf eitthvað þurfa þessir unglingar við að vera. Þannig ég hef nú bara vísað þessu til skólastjórans
Sigurgeirs og ég vona að hann fundi með þeim í dag, en þeir hafa áhuga að koma og vera í tölvum hérna. Það er langt að fara til Reykjavíkur í svona einhver mót sem að, tölvuleikjamót sem að er að taka þátt í, og eins hafa þeir áhuga á jafnvel að fá að nýta sjónvarpið til að horfa á HM saman. Þannig að það var mjög gaman að hitta þessa ungu björtu menn, og svo þá hef ég svona ekkert meira að segja í bili. Takk fyrir Drífa. Eitthvað sem að þið viljið ræða eða spyrja út í þessu samfélag? Ef svo er ekki, þá höldum við áfram við dagskrána.